Þá það spurningin hvort að næsti áhorfandi sé kominn á línuna. Góða kvöldið. Það ég? Góða kvöldið. Ertu með spurningu fyrir Jóhannu? Já, ég heiti Hannes Sigurðsson. Já, við verðum að heyra betur í þér. Halló. Halló, heyrðu þú í okkur? Góða kvöldið, ég heiti Hannes Sigurðsson. Mér langt að spyrjast fyrir það í sambandi við verðtryggðu lánin. Eignir mína lækkuðu 12 milljónir, sem sagt lánin hækkuðu. Hvað ætlar ráðherrann að gera í þessu málum? Þú ert sem sagt að tala um verðtrygginguna. Já, í sambandi við verðtrygginguna. Það er búið að vera að bjarga bönkunum og hinum á þessum greifum. En hvað á að gera fyrir almenning? Ég var nú að lýsa því hér áðan að það er búið að sitja þegar uppverður staðinn og í lok árs 200 milljarða í afskriftir. Það er mjög misjafnt hvað fólk hefur fengið út úr þessum aðgerðum sem við hefum gert. Það er kannski það sem að fólk er að kvarta undan að þetta er mismunandi eftir því hvað bankastofnunum eru og það er svona mismunandi úrræði í gangi. Já, það sem við vorum að gera, við vorum að passa upp á að fólk misti ekki sínar eigur. Þannig við einbeitum okkur svolítið að því. En það hafa allir fengið eitthvað. Jafnvel þó þeir hafi ekki verið með eignirnar veðsettar upp í topp og þá er ég að tala um þessar vaxta niðurgreiðslur upp á 12 milljarðar sem að fóru til allar þannig að það hafa allir fengið eitthvað. Þú talar einu sinni Jóhanna þegar hann spyr um verðtrygginguna. Já, má ég klára það, ég skal svara því. Verðtryggingin, það er nokkuð sem að ég mun beita mig fyrir að verða afnumin eins fljótt eins og hægt er. Þannig þú ert ensum að sinni svo varst hér fyrir langalöngu þar sem þú vildir afnema nánast með einu pennastriki. Engu breytt í því og við erum einmitt að vinna í því, til dæmis með því að opna á óverðtryggð lán að fólk hafi þessa valkosti. Það sem við líka verið að gera við að lækka verulega dráttarvexti sem að skiptir máli, en verðtryggingi skiptir sannarlega máli og ég held að það sé til dæmis eitt af því sem að aðild okkar að ESB muni gera, að við munum miklu fyrr geta farið út úr verðtryggingunni heldur en við gerum núna. En þetta er mál sem ég hef mikinn skilning á, að fólk sem hefur verið að borga sín lán alveg upp í topp, er kannski með veðsetningu 80-90%, hefur verið að leggja allan sín séreignarsparnað og allt í þetta. Síðan hefur verið fólk með miklu yfirveðsettar eignir upp á 110-150%, þeir hafa fengið afskriftirnar en ekki þetta fólk. Þess vegna skil ég þessa stöðu mæta vel. En við verðum náttúrulega svolítið líka að horfa til eignaréttarins, hvað við getum gert út af bara stjórnarskránni. Hún setur okkur nokkur skorðu hvað við getum gert, en það hafa allir fengið eitthvað og í þessum aðgerðum upp á 50 aðgerð geta allir fundið eitthvað við sitt hæfi og þessi greiðslujöfnun, hvað gerir hún? Hún gerir það að verkum að greiðslubyrði fólks, þó það fari inn á reikning sem það borgar síðar, þá er greiðslubyrðin svipað eins og hún var fyrir hrun. En stóra svarið er þetta að þú ætlar að beita þig fyrir því að verðtryggingi verði hér afnumin eins fljótt og auðið er og þá er það næsti fyrirspyrjandi. Það er hún Ólöf Ragnhildur Ólafsdóttir. Gott kvöld. Góða kvöldi. Mér langar að spyrja hana Jóhannu hvort hann hefði ekki fundist betra að lánin okkar og ég krefst þess að lánið mitt fari í það verð sem það var 2008. Ég ætla ekki að vera að borga og hún getur alveg gert það Jóhanna Sigurðardóttir. Það þurfti ekki nema eitt pennastrik til þess. Já, oft er þessu, takk fyrir þetta, oft er þessu stilt upp sem mjög einföldu máli. Eitt pennastrik partur af skuldunum í burtu. Ég vildi að tilvaran væri svona einföld að við gætum gert það. Við höfum verið að glíma við mesta hrun sem íslenska þjóðin hefur lent í. Við höfum verið í kafi hér í hreingerðingum að ná okkur út úr þessu. Það voru 12-15 störf sem töpuðust. Ríkissjóður fór nærri á hliðina. Við skulduðum 220 milljarða þar. Við höfum verið að reyna að ná hann niður og gert það, ná hann niður í 18%. Við höfum verið að gera það sem skiptir mestu máli fyrir skuldir heimilanna, að ná niður verðbólgunni. Hún var 18%. Nú er hún að vísu komin upp í 5. Hún er hækka aftur. Já, hún er komin upp í 5,7, en ég held að þessi stöðva við munum fara niður núna. Vextin voru 18%. Við erum komið þá niður í 4% og það er það sem skiptir mestu máli fyrir skulduð heimila að ná okkur upp úr þessu. Ef við höfum farið þá leið sem að sumi vildi 20% flatar afskriftir og fara að sitja til dæmis miðað við 4% af verðtryggingi mætti ekki vera meira. Þeir sem að geta lána peninga hefðu greinilega hætt í
og 20% ef það hefur verið flatt á alla, hvað hefum við gert við þá sem að þurftu 30, 40, 50, 60% til þess að ná sér út úr sínum erfiðleikum? Við varum örugglega með mikið gjaldþrot hjá mörgum heimilum í landinu. Voru ekki margir að tala að mæta þeim hópi sérstaklega líka? Já, við völdum þá leið sem var skynsamlegast fyrir heildina. Já, þá það næsti fyrirspyrjandi, það hann Viðar Guðjónsson, hann ætlar að spyrja ESB. Gjörðu svo vel. Góða kvöldi. Ég ætla að spyrja núna þegar kemur í ljós að Evrópusambandið meinspilt, fjármálakerfið að hruni komið. Sækir engin efi umsóknina í Evrópusambandið þegar regluverkin í Evrópusambandinu eru svona meingöllur á mörgum sviðum. Takk fyrir þetta. Þetta áleitin spurning í ljósi þeirra hræringa sem gangi í Evrópu. Já, þetta bara góð spurning og takk fyrir hana. Það sem við Evrópuþjóðirnar að glíma núna, það skuldavandi og ríkisfjármálavandi hjá nokkrum þjóðum innan Evrópusambandsins. Og það verið að reyna að taka á því. Þetta eru þjóðir sem hafa mist úr böndunum sín ríkisfjármál og sína skuldastöðu og það verið að reyna að bjarga þessum þjóðum. Ég held að þetta sé tímabundi vandi sem við vinnum okkur út úr. Þetta hefur ekkert að segja með umsókn okkur aðildarumsókn að Evrópusambandinu. Ég trúi að þetta sé tímabundi, við náum okkur út úr þessu og ég tel að það sem við þurfum að stefna til þess að fá hér stöðuleika í landinu, til þess að við getum lækkað hér mataverð, til þess að við getum lækkað hér vexti, þá mín bjargfasta skoðun að við eigum að ganga í Evrópusambandi. Sækir ekki að þeir efasemd vegna þess að það orðið stöðuleikir ekki það sem maður dettur í hug þegar maður hugsa ástandið í Evrópu núna. En þetta tímabundin vandi sem þess að þjóðir að gangi í gegnum. Þær að reyna að leysa hann varðandi Grikklandi og með þessum björgunarsjóðum. Og það sem Íslendinga verða líka að muna þegar við skoðum þetta, að við erum í skjóli vegna þess að við erum búin að taka okkar ríkisfjármálavanda, við erum búin að taka okkar skuldavanda. Til dæmis eru 19 þjóðir innan OECD sem eru miklu hærri skuldir en við. Þannig að við erum verið að taka á þessum vanda og þó að þarna sé vissilega alvara ferðinni hjá Evrópuþjóðunum og það ekki bara þar, í Bandaríkjunum, Japan og víðar, að þá erum við erum komin í skjól. Við erum líka í skjóli af gjaldeyrishöftum og það náttúrulega nokkuð sem við erum að vinna að losa okkur út úr, en bæði það hvernig við erum búin að taka á skuldavandanum, ríkisfjármálavandanum og hvernig við erum að vinna okkur út úr erfiðleikunum, þá erum við í skjóli. Ég ekki hrædd við þetta, auðvitað fylgjumst við vel með þessu, en ég held að Evrópa muni klára þetta. Ásdís Ólafsdóttir frá Kópavogi, þú ert næst, gjörðu svo vel. Já, ég vil spyrja Jóhannu, hvers vegna leifur ekki þjóðin að kjósa og þeir stýra aðeins frá vegna þess að það ekki nema 25% sem sína að styðja ykkur núna eins og staðan í dag. Og það var rétt áður því komist að síðast þá var staðan þannig. Leifið okkur að kjósa. Já, nú ætla ég aðeins að fara yfir það að við erum í miklum erfiðleikum núna. Ríkisstjórnin mælist ekki mjög hátt og það auðvitað ekki að ætlast til þess, við erum í það miklu hreingerningu núna eftir þetta hrun sem varð. En það líka, ef maður horfir til stjórnarandstöðunar, hún einhver valkostur. Hún mælist jú minna í skoðanakönnunum heldur en við. Ég held að þjóðin eigi ekki að fara út í kosninga núna í augnablikinu. Við erum að klára þessar hreingerningar, við erum að vinna okkur út úr vandanum. Segir einmitt ekki þetta vantraust bæði á stjórn og stjórnarandstöðu að það eigi að boða til kosninga, þó að sé ekki nema líka til þess að leyfa öðrum nýjum öflum að koma að stað því að það augljóst að þau sem fyrir eru ná ekki til fólksins. Já, þegar við fórum í gegnum kosningar 2009, þá var veruleg breyting á Alþingi. Endurnýjun var verulega mikið, af 63 þingmönnum voru 39 þingmenn. Það að fæðast hér ný stjórnmálaöfl út af þessari óánægju sem í þjóðfélaginu. Umhverfið þannig að það mjög erfitt og þungt og það sem mér finnst vanta að þjóðin nái samstöðu og horfi svolítið bjartsýn til þess að við erum að ná okkur upp úr þessum erfiðleikum sem við erum í. Við erum að ná okkur upp úr því að metraða á 2-3 árum sem erlendi sérfræðingar, virtir hagfræðingar að sé algjört met. Þetta talsett umdeildara heldur en svo, Jóhanna, þú getur sagt þetta svona. Margir á því að þetta sé einmitt ekki að ganga hratt fyrir sig, allt og hægt og hér sé stöðnun og kyrrstaða. Og auðvitað vildi ég ná þessu hraðan. Það 2,5 ár síðan þetta mesta hrun var sem við höfum orðið fyrir. Og ég minni á að við höfum farið öðruvísi í það að taka á þessum málum heldur en aðra þjóðir sem hafa lent í þessum erfiðleikum, Írland sem dæmi, sem fóru í það að lækka laun
hjá lægstlaunaða fólkinu, almannatryggingar og fleira. Við fórum þveröfugt, við lækkuðum ekki laun, við hækkuðum lægstu launin, við pössuðum upp á almannatryggingarnar og við höfum verið þannig að við höfum verið að reyna að passa upp á þetta velferðarkerfi, en það meira varið til velferðarmála núna heldur en var fyrir hrun. Við skulum halda áfram, það stuttutími eftir, komum vonandi 2 eða 3 í viðbót. Ólafur Thórarinsson næstur og ætlar að spyrja kennitöluflakk. Já, góðan daginn, Jóhanna. Já, sæll. Herðu, nú eru bankaþjófarnir eða útrásavíkingarnir eins og þið kallið á fína nafninu, þeir ganga allir lausir og að fjárfesta í fyrirtækjum með því að skipta kennitölur, getur ekki komið í veg fyrir þetta kennitöluflakk, þannig að þeir axli sína ábyrgð, ekki þjóðin. Já, þetta bara mjög góð spurning hjá þér og við höfum áhyggjur af þessu með þessa svörtu atvinnustarfsemi og við erum að vinna í þessu með samtökum atvinnulífsins, samtökum iðnaðarins að reyna að taka á þessu máli og það er ýmislegt sem við erum að skoða í farvatninu til þess að taka á þessum málum. Og þú segir varðandi útrásavíkinga, bankamenn og annað sko, við erum að, sérstakur saksóknari að taka á þessum málum. Okkur finnst það líka ganga allt og hægt eins og það að vinna okkur upp úr hruninu, en við höfum sett verulegt fjármagn í það til þess að reyna að hraða því að hægt sé að taka á þessum málum. Og ég vil líka nefna, bara ein leið sem við fórum varðandi þetta, það að koma í veg fyrir svarta atvinnustarfsemi og það er endurgreiðsla, 100% endurgreiðsla á virðisaukaskatti sem að ég held að hjálpa okkur verulega til að fá þetta upp á yfirborðið og það hefur skapað fjölda starfa og verulega tekjur þegar við setjum þetta allt upp á yfirborðið og það er eftir mjög mikla slægjast í þessu. Þannig að þetta var góð spurning hjá þér. Já, Jóhann Páll Símonarson næstur og hann ætlar að forvitnast eitthvað lífeyrissjóðina, gjörðu svo vel. Gott kvöld, Jóhanna. Mér langaði að spyrja árið 2010 þá samþykktu allir þingmenn með 63-0 rannsókn á lífeyrissjóðunum. Af hverju er frumvarp ekki komið fram og hvers vegna vantar lagarammann þetta? Hvað er að frétta því máli? Býttu 2003 rannsóknar 2010 sagði ég. Rannsókn á lífeyrissjóðum? Já. Já, sko við höfum, það eru margar rannsóknir sem menn vilja fá í gang. Þeir vilja fá í gang rannsóknir á einkavæðingu bankana, Búnaðarbankans og þessara banka, Landsbankans. Það hefur ekki farið í gang. Það eru tvennt að fara í gang núna, það er íbúðalánasjóður og það eru sparisjóðirnir. Og margar rannsóknir sem menn vilja sitja á stað, það vantaði það að við fengjum heimildir, það sem eru almenna lagaheimildir fyrir rannsóknarnefndir til að starfa eftir. Þær eru núna komnar og við erum að heyra það núna bara á síðustu dögum að það verða að sitja núna þessar rannsóknir í gang. Þannig að ég vona að fara í gang. Hvað með rannsókn á starfsemi lífeyrissjóðanna til dæmis fyrir hrun og þeirra afskipti af fjárfestingum og þeirra fjárfestingastefnu og annað? Það sem að margir vilja nú meina að eitt og annað hafi farið aflega. Já, mér finnst alveg sjálfsagt að rannsaka það eins og allt annað sem þarf að rannsaka eftir þetta hrun. Alveg sjálfsagt og það er ábyggilega einhvers staðar þarna í röðunni. Já, þakka kærlega fyrir þetta, Jóhanna. Við komum ekki fleiri fyrirspyrjendum að. Ég þakka þér fyrir að koma í Kastljós. Ég þakka áhorfendum okkar fyrir að spyrja hér málefnilega og vel og ég ætla að vekja athygli ykkar á því að það er full ástæða til að á morgun þá sýnum við mjög merkilegt viðtal við Jónas Jónasson útvarpsmann. Við ætlum að ræða við hann hans einstaka feril, lífið eftir dauðan og endalokin sem nálgast brátt því Jónas liggur á sjúkrahúsi með illvígt krabbamein. Hvað með útförina, kveðju athöfnina? Ég er búinn að plana hana alveg frá A til Ö. Og það merkilega er að þegar ég fékk að vita þetta, ég ætti að deyja bráðum, þá ákvað ég, svona gamli leikstjórinn, ég ætla nú að stjórna þessu, sko. Ég fer nú ekki að láta einhvern aðstoða leikstjóra ráða þessu. Já, það verður viðtal við Jónas Jónasson í þættinum á morgunu. Við ætlum hins vegar að láta Kastljósinu lokið í kvöld, verið sæl.